Góðan daginn hér og velkomin í biblíuþáttinn okkar sem er einn af þessum klassísku reglubundnu þáttum sem sá má ekkert breytist. Ekki best. Sumt má alveg vera í því formi sem það hefur verið og stakkur yfir. Það sé nú bara ekki vegna þess að það nú reynst ágætlega, hugsa það. En allt er hér á sínum stað, Biblíurnar 2, Kertin 2 og bókastandarnir, tventa hvoru. Ein klukka, ein gleraugu og ein kveikjari. Við þurfum ekki meira. Þannig að við erum með allt af öllu og nóg af öllu. Svona fyrir þennan lið þáttarins. Og hann má alveg vera með vegna þess að Drottinn bauð að svona skyldi þetta nú líta út. Og við að sjálfsögðu höldum okkur við það. Þangað til Drottinn gerir einhverjar breytingar á. Það er aldrei að vita nema hann gerir það en það eru allavega ekki svo miklar enn og þetta er bara ágætt eins og það er. Útlitið, það er alveg rétt að það getur alveg skipt máli. En þó ekki aðalatriðið vegna þess að innihaldið er það sem skiptir máli og það er þessi árétting til kristinna manna og kvenna og allra að bera ábyrgð á sínu biblíulestri eitt og sér. Og ef ég vil ekki bera ábyrgð á mínu biblíulestri fyrir mig, mína parta, þá gætir þú ekki gert það fyrir mig þó þú sért á einn drengur eða á einn stúlka og allt saman það. Og þannig er það nú að sumt prívat og persónulega verðum við sjálfa inn af hendi. Það er líka mesti og besti lærdómurinn sem að færist mann í fang þegar maður leggur á sig vinnuna við að gera eitt og annað og það veistu með mér að allt er þetta nú sín vinna sem maður meir og minna er að gera með sínum höndum. Og þannig líka vex trúin manns. Þannig líka ástundar maður hlýðni við orð Guðs og það er það sem við þetta trúa kristna fólk viljum. Við viljum vera hlýðnir strákar og stelpur vegna þess að við berum nógu mikla virðingu fyrir honum sem að frelsaði okkur til að gera þetta og meira, gera þetta fúsum og frjálsum vilja. Þannig erum við meira hvort fyrir annað en alla væri og það er eitt af því sem að Drottinn vill upp að leggja okkur og gefa okkur þangan að vera. Að við séum svolítið fyrir hvort annað og kristinn maður sem að leggur sig fram þjónustu til að mynda, hann hefur þessa hugsun svona, já allavega með sér. Þetta er eitthvað sem við viljum, sem kristnir menn og konur, en áhaldum hversu viljum við erum að gera þessi verk sem er annað mál. Og þar kemur aginn mjög sterkur inn því að þetta er allt undir aganum sem að þú endist við svona dæmi til að mynda árum saman. Þetta er allt vegna agans. Og þetta er allt vegna þess að trúin hefur fengið að byggja þig þannig upp að þú gerir þetta að því þú vilt heiðra Guð og gjöfuna sem hann gaf þér sem er trúin á Jesú Krist sem er náttúrulega stórt atriði að hugsa og velta fyrir sér því að trúin á Jesú Krist ein gefur þér hlutdeild í eilífu lífi sem hann sjálfur er. Og við förum sem sagt, og Biblían kennir það, að við förum
til staðarins sem hann er á núna. Hann er á jörðinni, í hjarta mínum, en það er svona hálfgildings himnaríki hjá því sem verður. Hvernig það verður, ég veit það ekki, en ég held að þetta verði mjög ljúft líf. Og allt þetta ergelsi, öll þessi togstreita á milli manna, hún er ekki lengur. Og menn segja bara, þegar ég sjá þig, kona gamla úr Hafnarfirði, nei, sæll og blessaður. Komdu hérna og sestu í hópur og spjallaðu við okkur. Og þannig verður þetta. Það verður allar dyr bara opnar. Þetta verður ein fjölskylda í álfurinni sem að mætur okkur þar sem Kristur er núna. Þannig að þetta er allt til. En ég er ekki þar. Ég er hér. Í þessum tára- og sorgardal sem að jörðin er. Og allt saman gert til þess að hún sé þetta áfram, því að ef þú lest fréttirnar þá eru nú fæstar af þeim neitt sérlega uppbyggilegar. Og þetta er það sem að heimurinn er að framkvæma. Hann hefur verið iðinn allar götur frá syndafallinu eða mörka lífið úr hvorum öðrum og það hefur ekkert breyst. Og tækin til að mörka líf úr manni og konu, orðin stórkostleg og öflug og til þess eins í raun og veru smíðuð til verksins að eyða og drepa. Þetta er maðurinn. Þetta er fallið eðli mannsins hérna á jörðinni. Og við erum að segja þér góðu fréttirnar. Við, sem sagt trúaða fólki, erum að segja þér góðu fréttirnar að jú, vissulega heldur áfram að lifa hér. En núna, eftir Krist, ertu komið vonum betra. Og þú kannski hefur þá hugsun að þegar bara þú deyrð, þá bara er þetta búið. Það er kennslan sem að menn hafa fengið það. En svo kemur trúin inn í það. Hún opinberar allt annað. Hún opinberar í þér eilífan hluta sem aldrei fer. Þannig en hann yfirgefur líkamann þegar það er búið að slökkva líkamannum. Og þá fer að sálin svo kallað þangað sem að henni er búið staður. Þannig að við skulum ganga fram í því að þessi staður sé alveg 100% staðurinn sem Jesús er á núna, þetta himnaríki sem við stefnum til. Og þess vegna er Drottinn að vinna sína vinnu til að mynda í gegnum þetta efni sem hér er og mörgum öðrum stöðum og öðrum. Þegar ég get ekki gefið neina trú. Í raun og veru get ég ekkert gert þannig séð nema unnið þá vinnu sem Drottinn er að bjóða mér að vinna, sem er til að mynda að vera með þetta efni sem vísar í orð Guðs og vísar leið í þennan upprisna Krist. Og við hér segjum að hann er mál málanna. Og fyrir trúna er það mál málanna að vera svolítið upptekin við orð Guðs. Og vera ekki daginn eitt að slugsast með það. Og þessu ræði ég einn og sjálfur. Og svo er Guði að þakka að ég hef nú gert þetta og reglulega og stunda þetta líf mjög reglulega. Vegna þess að mér ekki vænt trúna mína. Ég segi ekkert annað gott mína trú og hún er ekkert gert mér neitt nema gott. Og það er óeðlilegt að vera eitthvað að reyna að hverfa úr því sem að maður viðurkennir opinberlega að hafi bara gert manni gott og það er trúin og það er rétt mynd af trúnni sem að þannig er dregin upp. Þetta er ekki eitthvað feik, eitthvað sem kemur og fer. En vegna þess að ég er breyskur maður og það til að kannski að hugsa svona og hins einn og allavega,
að þá verður þessi togstreita til í mér sjálfum, sem ekki ætti að vera og þarf ekki að vera, en verður bara því miður þarna með, vegna þess að mér gengur ekkert alltaf neitt sérstaklega vel að gera það sem ég langar til að gera og vill gera, sem að rækja mitt samfélag við Jesú hér og nú. Stundum tekst mér vel verkið betur en á öðrum tíma og þá sér maður náttúrulega ljóslifandi hver Drottinn og reynir auðvitað að halda í þetta og með tímanum að þá vex maður ásmegin þarna megin þylja veggjarins, eins og maður segja. Þannig að þú getur stundað þetta og þá vextu, en þú ert ekkert að rækja þetta samfélag við Drottinn og leyfa honum að vísa þér þangað sem að hann vill að þú sér, að þá náttúrulega við þig einan að sakast. Og hvert hann að vísa þig núna? Eitt veit ég, að þú sem kannski hefur ekki rækt samfélagið þitt mjög lengi, að Drottinn að vísa þér þangað. Af hverju? Þannig þar hefur að búið þér stað fyrir þig sem þú getur vel lynt við. Lynduru við staðinn. Það eitt af því sem við lærum að gera, að við lærum að lynda við staðinn og við þraugum. Við áttum okkur að því að staðurinn, ég að tala um samfélagið að sjálfsögðu, bara staður mislyndra manna og kvenna. Og fólk sem eitt öðru fólki, en fólk sem á til trúna í hjarta sínum, bara eins og ég, og því alltaf vondið þess að menn farið þangað. Þó allt sé í gangi og alls konar uppi og allt saman það í þessu samfélög, þá þarna samt trú og hún vill vísa þér veginn inn á þær lendur þar sem að orðið rækt og unnið. Og orð Guðs, hefur þann eiginleika að byggja þig upp eins og Drottinn ætlar þér að byggjast upp. Ekki bara einhvern veginn, ekki hipsum haps og eitthvað bara sem mig langar sjálfum til. Nei. Ég beygi mig undir vald orðsins og það reisir mig upp í þessu valdi og þá í krafti Krists. Og ég smá saman venst því og sé að það miklu betra að fara þessa leið heldur en einhverja aðra leið. Og þannig verðum að frjáls fyrir hverju, pælingum og hugsunum, sínum eigin hugsunum. Þær vilja, við þekkjum þetta slagsmálin í manni, teygja mig þangað, toga mig þangað, fara þetta, gera þetta og svo framvegis. En Kristur með þetta alveg klippt og skorið, vilji minn skýr, segir hann. Og það það sem að ég læri með tímanum og við þetta trúa við læri með tímanum að gera frekar vilja Krist heldur en sinn eigin vilja. Og það aflið sem að vaknar þá í mér sem gerir þetta því að það leiðir alltaf til góðs, bara til góðs. En það sem hugdætturnar mínar kannski leiða stundum til góðs og bara stundum til góðs. Þannig að þetta er svolítið annað mál að starfa í sínu eigin holdi eða gefast bara andanum á vald því að andi Guðs, hann kominn og krefst þess að ég gefist honum á vald. Og ég get valið það núna að gefast honum á vald og gera þetta. Og þetta allt saman gert undir aga Guðs. Svo ferðu að venja þig á þennan aga og svo kemur að þeirri stund að þeir færa líka harla vel við þennan guðlega aga því hann passar svo vel við þig, ef svo má segja. Þannig að þetta hættir að vera mál fyrir þig og mig og okkur að gera það sem Drottinn að bjóða. En auðvitað þurfum við alltaf að tókast á við þetta því að þeir tímar eru uppi í manns lífi og okkar allar lífi að okkur langar til að gera þetta og fara þetta og svo framvegis.
en höfum þó vitað í orðið að við leggjum það allt saman fram fyrir Guð. Og svo komumst við á þann stað í Ísöllu að við segjum bara verði Guðs vilji, ef hann ætlar mér að fara þangað þá bara sér hann til þess að ég fari. Það var hann til að mynda sem að bauð mér að fara í ferðina til Liverpool árið 2018 var það ekki? Jú. Og það var mjög góð túr og gaman að ganga svæðið sem að bítlarnir mínir gengu á sem krakkur og börn og ég kom til allar þessara staða sem voru æskuheimili þessara ágætu manna og gerði þetta miklu meira heldur en það, en þetta svona hápunktur ferðarinnar þegar maður fór í þessa ferð með rútunni sem að ekur bæinn gagngert til þess að sýna mönnum þessa staði sem að þessir frægu menn bjuggu sem börn og krakkar. Allir eru þetta einhvers stað frá. En ég held að enginn af þeim hafi búið þar svona eftir að frægðin almennilega knýr dyra í þeirra ranni og þeir hafi þá flestir og allir jafnvel flutt frá Liverpool og hugsanlega og líklega ekki búið þar eftir það. Þó þetta hafi komið þangað því að þeirra fólk var þar. Ég veit ekki af hverju þeir velja þetta, vegna þess kannski að starfsumhverfið var bara miklu nær þeim í London. Þetta eru náttúrulega tónlistarmenn og þeir hugsuðu mikið um upptökur og hljóðver og allt saman það og þau voru þessi hljóðver þar. Þannig það var alveg eðlilegt að þeir flyttust allavega nær þeim. Hvernig sem staðan er í dag og hvar þessi menn nákvæmlega búa í dag og kannski búa þeir bara hér og hvar í heiminum, en það efnað fólk sem getur leyft sér ýmislegt sem peningaleysi gerir ekki. En hvað er það? Þetta er svona partur af manni, það er þetta að neita því að þetta bítladæmi það var svo stórt, rosalega stórt og maður var náttúrulega þeim aldrei þá þegar það er hvað öflugast að maður gleymdi þetta allt og þetta eru fyrir mér mjög góðir tímar og þess vegna ég raun og veru heldur maður svolítið í þá. En Drottinn er náttúrulega þessu öllu stærri, þannig að ég veg og met það ekkit hvort ég sleppa Drottni og hella mér alveg yfir í hitt, það er ekkit þannig. Þannig að Drottinn er stærri þessu öllu saman og hann lifir í dag og hann er hér og nú og við þekkjumst ágætlega prívat. Þér kannski finnst þetta hroki, en þá er það vegna þess að þú þekkir ekki hausnisborð á trúnni hvað trú er. Að þjóna Guði er að þjóna lifandi Guði og lifandi Guð er það sem þú ert. Og ekki minna heldur það, þannig að þetta verður mjög persónulegt samfélag sem þú átti Krist. Mjög persónulegt og þetta er samfélag sem ég kvart ekki undan og elska að vera í og veit að ég má vera í því svo lengi sem að ég bara vil það sjálfur. En ég veit líka og finna að ég er algjörlega frjáls með þetta mál. Það myndi ekki stoppa mig neitt í því ef ég vildi fara. En hvers vegna ætti ég að fara? Ég segi bara svo Kristur, nefnir ekki við Pétur. Hvert eigum við að fara? Þér hafið orð eilífs lífs, nákvæmlega. Það er þetta sem maður veit og þetta lifir maður fyrir. Kristur er eilífa lífið mitt og ég ætla að fylgja honum í dag. Ég vil það sjálfur. Það er allt í mér sem segir mér að gera það, fylgja honum. En ég get auðvitað átt mína minningar út af fyrir mig og allt saman það hverfur ekki neitt. Og ég velti þessum ágætu félagum mínum í Bítlanum oft fyrir mér og ég kynnt mér þá sögu nokkuð vel og allt saman það og það er ekkert að því í sjálfu sér. Það er bara svona, þetta er kannski bara þetta er bara mitt hobby og það mátt alveg á hobby. Þú sett kristinn maður og gangi fram í heilsugar í þinni trú, þá var ekkert sem bannaði hitt. En við erum með hérna þennan þátt til þess að hvetja menn til þess að lesa sjálfur Biblíuna. Það var farið af stað með þennan grunn með sér.
Því að ef þú ætlar að læra virkilega orð Guðs, eða læra bara hvað sem þá alltaf besta leiðin að lesa sjálfur upp úr þessari kennslubók, því að orð Guðs er sín kennslubók, lesa það sjálfur fyrir þig og ég man eftir því, mér var einhvern veginn sagt það og kennt það að til að læra hraðar og læra fljótar, þá sé gott að lesa uppátt fyrir sig sjálfan. Og ég nam bara á bók, bragfræði, sem að svona er svolítið flókið, þó ekki flókið en þú þarft að læra. Og þá var ég komið með þessa vissu eða þessa þekkingu að lesa upp fyrir sig sjálfur. Og ég fékk mig bragfræði bók eftir Sveinbjörn, það var nú kallar allsherjar goði í gamla daga. Og ég keypti þá bók, mjög skýrmælt og góð bók í þessum fræðum. Og ég fór þessa leið og las þessa bók uppátt fyrir sjálfan mig og ég sá, það var bara mjög gagnleg. Þannig ég lærði bara allvel bragfræðin og kann hann auðvitað ennþá og veit alveg hvernig ná að gera kvæði til að mynda í bragfræði alveg bara stífri þess vegna, en maður kannski er svolítið að teygja á því, það er nú bara þannig. En ég veit alveg hvernig stíf bragfræði vegna þess að ég læriði það einu sinni. Þetta var aðferðafræðin sem ég notaði þá, það var að lesa þetta uppátt fyrir mig og í aðra kennslu hef ég ekki farið síðan. Ég er nú ekki mikið í kennslunni nema í orði Guðs, sem er náttúrulega allt í lagi með og besta mál. En ég les hana nú svona í 99% tilvika bara fyrir mig sjálfan í hljóði. En ég les hérna uppátt vegna þess að ég er að hvetja þig til þess að líta í bókina og lesa sjálfur og sjálf. Því að það er okkur uppálagt að gera sem trúuðu fólki og ég held að það sé mjög erfitt fyrir trúaða manneskju að vera sem vill virkilega vaksa, sem ég veit að kristið fólk vill, en vil ekki taka sér orð Guðs í hönd og lesa sjálfur fyrir sig hvort sem maður lesa það uppátt eða ekki. En þetta er allavega ef þú vill læra, þá er það mjög góð leið. Það hef ég reynslu af sjálfur og það er auðvitað að þú vill læra Guðs orð, þá er ekkert verið að lesa það bara uppátt fyrir sig sjálfan. Það er eitthvað sem gerist við það, sem hvað lærdóm varðar. Og þetta er ekki bara mín uppgötvun, því að margir hafa þetta og hafa reynt þetta og segja þetta harla gott. Þannig það má alveg fara eftir sömu sem menn segja og við þurfum ekkert að vera neitt smeyk við það. Og svo reynum við þetta sjálf sem er minnsta mál og við sjáum að þetta er mjög gott við þessar kringumstæður. Og ég er hérna í Daniel í Gamla testamentinu og les vegna þess að þetta er bara hvatning til þín að lesa sjálfur og sjálf. Því að ef þú vilt ekki lesa orð Guðs, að þá er raun og veru að treysta öðru fólki fyrir kennslunni sem að þú ert að fá. Og það finnst mér ekki vera góð leið fyrir nokkra manneskju að bara byggja á því. Því að við þurfum líka að leggja á okkur vinnu við að nema og þá bæði vitum við meira það sem við viljum læra mikið og svo framvegis og berum orðið sjálf ábyrgð á trúnni okkar. Og það er mikilvægt að við gerum það og allir sem að taka trú sína alvarlega, þeir gera þetta svona. En sumir taka trúna sína ekki neitt sérstaklega alvarlega en koma í kirkju og hlusta á ræðurnar allt saman það og fara út þetta með einhvern skilning aðeins meiri. En það er í sjálfu sér ekki neitt sérstaklega öflug trú sem þú eignast með þeim hætti. Því að þú sleppir alveg heimavinnunni.
Það er heimavinnan sem að drífur þetta allt saman upp miklu hraðar. Og svo ferðu að hafa gaman að heimavinnunni þinni, þannig er það, vegna þess að skilningurinn af henni er að auka þekkinguna á Guði og það er það sem þú vilt. Ég segi þetta vegna þess að ég veit alveg hvernig kristinn maður hugsa. En ég veit líka að sumir kristnir menn eiginlega nenna þess ekki. En það er ekki gott að nenni ekki að gera þetta og hitt. En svona eru við menn. Við þurfum alltaf að vera að gefa okkur drag í þess að við förum í eitt og annað verk. Og þetta er þátturinn sem að hvetur þig að orði Guðs og meira til að grípa bókina, opna hana og lesa. Og besta ráðið í þessu er að lesa reglulega. Eins og ég oft talaði þá er ég Nýja testamentis gæi og ég les það daglega, hef gert það alla mína trúargöngu, en Gamla testamentis var meira eftir dintin og dantin. En það er auðvitað fín kennsla og flott kennsla sem að gagnast alveg kristnu trúnni minni. Því að bæði er enda Guðs orð og hægt að skilja að hvað sem þú grípir niður Guðs orð þá er alltaf gagn að því. Og Nýja testamentið séu skilaboðin sem Kristur prívat skildi eftir handa sínu fólki. Já, sínu fólki. Því að ólíklegt er að maður sem ekki á trú sé nú mikið að grautast í orði Guðs. Ég held ekki og getur þetta vitnað sjálfa mig hvað það varðar að áður en ég eignaðist trú þá bara það átti ég aldrei þessa bók og pældi ekkert í henni og velti henni ekkert fyrir mig og bara viðurkenni það hér. Og hvernig átti ég að velta henni fyrir mér með Guð langt frá mér, eða ég langt frá Guði réttar sagt. Þetta helst alveg í hendur. Svo mætti hann, birtist hann mér og síðan hefur þessi bók verið mér einkar kær. Og ég les hana eins og ég segi og stend við daglega. Og ég vil hvetja þig sömuleiðis til þess að lesa daglega sjálfur og sjálf og þess vegna erum við með þennan þátt sem heitir Biblíuþátturinn okkar sem hvetur okkur að þessu borði, ekki hvaða borði sem er. Þú getur alveg sest við hvaða borð sem er ef þú vilt, en þú ætti líka að vilja setjast við þetta borð sem teygir þig að Biblíunni. Þannig að þú getur alveg vanið á það eins og allt annað sem þú ert að venja þig á að vera með þetta bara á hreinu. Og sem trúið manneskja þá viltu þetta, hvað þú gerir er alfarið þín ákvörðun. En það er ekkert verra að fá allavega hana veifið hvatningu þessi góðu verk, því að ég veit að þú viðurkennir það að lestur í orði Guðs er gott verk, ekki vont verk. En þú kannski ert að slugsast við þetta og svo líður langur tími, margir dagar jafnvel, þar sem þú opnar ekki bókina hvað þú meira. En þannig á það ekki að vera hjá trúuðu manni og þannig er þetta ekki hjá trúuðu manni sem hefur vaxið. Hann hefur vaxið af því til að mynda að hann hefur gert þessi verk. Já, verk. Trúin er verk og trúin er vinna. Og trúin er verk og trúin er daglega vinna. Og þetta er mjög gott að árétta þetta því að svona er þetta. Og það er þess vegna sem þú vext í þinni trú að þú ert að iðka hana daglega. Allt árið í gegn og slakar aldrei neitt á það. Við erum ekkert að tala 2 tíma á dag eitthvað svona. Bara lesa í einhverja mínútur, þó ekki sé það meira, en lesa einhvað. Hvað er maður lengi að lesa eitt kafla? Ég hef nú aldrei tekið tíman á því en kannski 10 mínútur með lengstu kaflana. Ég hef aldrei mælt það og það skiptir engum máli. En minn stíll er að lesa eitt kafla á dag.
og við vitum að kaflar eru misjafnlega langir í bókum. Ef við erum sérst í Daniel, 9. kaflanum, og við skulum lesa frá og með 3. versi. Það sneri ég ásjónum minni til drottins Guðs í bæn og ákalli og fastaði sekk og ösku. Ég bað til drottins Guðs míns og gerði þessa játningu, ó drottin, mikli og ógurlegi Guð, sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Við höfum syndað, við höfum farið villum vegar, við höfum breytt illa, við erum mótþróafullir og viki frá boðskapnum þínum og fyrirmælum. Við höfum ekki hlýtt á þjóna þína spámennina sem töluðu þínu nafni til konunga vorra, höfðingja og feðra landlýsins alls. Þitt er réttlæti, drottin, en við berum smán vora allt til þessa dags, Júdamenn, Jerúsalem búar og öll Ísraels þjóð nær og fjær, í öllum löndum sem þú hefur gert þá útlaga til vegna misgjörða þeirra við þig. Þetta er orð Guðs. Og þetta eru menn ennþá að lesa, og þetta eru menn ennþá að taka við, og þetta eru ennþá að vekja þeim hugsanir að fara að taka sér tak í Jesú nafni. Að við erum að hvetja sjálf okkur með réttum hætti, við erum trúið fólk og það efast enginn það. En við gerum meira, við tökum bókina, lesum hana og leyfum henni að vera okkur eitthvað. Það er eðlilegt og þetta er það sem að trúarmaður veit. Hvað hann gerir er bara undir honum sjálfum komið. En eins og ég segi og stendið, þá hefur þetta verið hlutskipti mitt alla daga alveg frá því að ég eignaðist trúna sem var 1989 sem er orðin allmörg ár síðan. Og á þessu byrjaði ég strax, eða undir eins og ég eignaðist Nýja testamentið, sem kom einhverjum vikum seinna eftir að ég var trúið manneskja, og það hefur fylgt mér síðan. Og þá byrjaði með þessa leksíu að lesa orðið og las Nýja testamentið frá A til Ö og var strax komið með þá kenningu til mín sjálfs að gera þetta svona og svo var bara aftur á byrjuninni. Þetta er verkslagið mitt að ég les Nýja testamentið til enda, svo byrja ég aftur á byrjuninni og þannig að ég les alla daga, allt árið, alltaf. Og það er mín regla, ég veit ekki hvaða reglu þú hefur, en þetta finnst mér allavega að vera góð regla. Ég segi meira um hana, að þetta er eitthvað sem ég þarf. Þetta er eitthvað sem ég tel mig þurfa og að gera ekki það sem maður telur sig þurfa og veit að maður þarf er ekki byggt á skynsemi. Ég held að meginn nú bara kalla það heimsku. En við viljum ekki vera heimskt fólk, við viljum vera vitugt fólk og vitugt fólk gerir það sem drottinn er að bjóða og hann er að bjóða þetta að gera þetta. Við erum sem sagt undir hans náð og við erum undir hans náð þegar við erum frammi fyrir honum og leyfum honum að tala til okkar. Og við veitum að hann notar fólk til þess að tala til okkar. Hann er verkslagi hjá Guði, hann hefur sett verkslag. Og hann notar þetta verkslag að tala fyrir munn mann og kvenna sem hann er að nota og teki frá til þessa verkefnis. Þannig hann mætir þegar ég og þú erum komnir þangað sem að við eigum að vera og hér er eitt staðurinn og þá mætir hann. Og þess vegna erum við að fá guðlegt orð sem að andi Guðs er að gefa í gegnum þennan mann. Og kannski má þakka honum fyrir það að allavega standa sig í sinni stöðu. Í raun og veru er þetta skylduverk mitt að gera þetta og svo þau ekki læri sinarnir einhvers staðar að þeir gera ekkert um að skyldu sína. Það verður nú allt afreiki sem þeir væri að vinna. Og allir það með ekki heimfæra þetta upp á mig og þig og okkur sem að þó erum að baxast í þessu og hefur gert eins og Drottinn vill að það sé gert.
Ég ekkert svo eini sem að gera vilja Guðs, við erum mörg sem betur fer og má þakka fyrir það. Þannig útbreiðist trúin, þannig fá menn stöðuga hvatningu og þannig fá menn líka stöðuga hvatningu að leita stöðugt í orðið og láta ekki hjá líða að taka bókina fram, opna hana og lesa. Einn kafla á dag, segi ég, en allavega lesa einhver. En auðvitað verða að fá að ráða því sjálfur hversu mikið lesa. En við skulum venja okkur á það að lesa eitthvað á hverjum degi því að trúin, hún elskar þegar hún fer að lesa orð Guðs. Hún veit að þaðan kemur henni næring sem hún vill fá og þráir að fá og þarf til þess að lifa að. Ef þú leggur frá því bókina og hættir öllum lestri, að þá bara smá saman þá fjara trúin undan þér. Þannig að við höfum þetta allt saman í kringum okkur einmitt til þess að slíkt gerist ekki. Ég veit ekki hvort að þetta hafi gert, eða ég reyndar veit ekkert um það og dæmi það ekki neitt, en ég tel samt að einhverjir hafi gengið á trúnni. Og gengið þannig á trúnni að hún ekki til lengur í hjartanu þeirra. Það heitir að vera bara horfin til spýju sinnar. Með öðrum orðum, horfin til síns fyrra lífs. Og það er auðvitað alveg hræðileg skipti á því að þekkja Guð og vita hver hann er og fara svo í hina áttina. Sem sagt ég ekki neitt. Það held ég að sé nú ekki það viskulegasta sem menn gera, en menn auðvitað ráða sínu lífi rétt eins og ég ræð mínu lífi sjálfur og vel fyrir mína part að leyfa Guði að vera Guði í mínu lífi. En ég lifi mínu lífi og þú þínu. Við skulum lesa hérna, það er fyrra bréf Páls til Korinthumanna, 7. kafli, við byrjum bara á versi 1. Hvernig getur nokkur ykkar sem á sökótt eða annan fengið af sér að fara með málu fyrir dóm ranglátara en ekki réttlátara? Eða vitið þið ekki að heilagir eiga að dæma heiminn, og ef þið eiga að dæma heiminn, eru þið þá óverðugir að dæma í hinum minnstu málum? Þetta er nú spurningin. Erum við ófærir að dæma í hinum minnstu málum, en Páll er hér að segja að okkur ber að dæma heiminn þegar að því kemur. Vitið þið eigi að við eigum að dæma engla, hvað þá heldur hversdagleg efni? Þegar þið eigið að dæma hversdagsleg efni, þá kveðið þið að dómur menn sem að engu eru hafðir í söfnuðinum. Það vill ekki taka á sig leiðilegu verki. Það er nú bara málið, þá erum við með eitthvað þarna sem nennir alltaf að gera neitt í söfnuðinu og reynum að fá hann í það. Hann kannski gerir það og gerir bara illt verra því að við veit ekkert hvernig hann á að standa í þessu. Þegar þekkingur vill ekki taka þetta neitt að sér. Við viljum alltaf vera bara í þægilegum sætum. Og auðvitað er best að vera í þægilegu sæti, en stundum þarf að gera þetta með öðrum hætti. Og þá gildir ekki þægilegt sæti. Stundum þarf hreinlega bara að taka til hendinni og gera það sem er óvinsælt jafnvel. En samt eitthvað sem þarf að gera. Þannig okkur er ekki klíftið í neinu. En við erum að henda þessu af okkur og benda á eitthvað látum við hennan í þetta, hann skiptar yngum í þetta hvort þið er. Og hann kall greiði eða konu greiði fer og fær allar skammirnar kannski. Við bara erum keikir að út í hodni og býði spertir. Við þurfum að vera líka menn sem tökum á hlutum og Drottinn gefur okkur kraft í þetta allt saman. Það er ekki málið. Þannig kemst á skikk, þannig kemst á agi og þannig heldur samfélagið áfram að vera gott samfélag og það er það sem við viljum ekki rétt. Við viljum að það sé gott og það getur verið gott þar að segja að við stöndum okkar plikt hér og nú. En það er komin tími og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram því að það er vilji Guðs að svo sé. Verið þið sælir.